Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Staðan þá 2-0 fyrir Burnley gegn Watford, 60 mínútur liðnar af þeim leik. En nóg það í bili, við erum komin núna yfir í Taekwondo og línuna er komin Master Sigursteinn Snorrason, komdu heill og sæll. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég var nokkuð góð takk fyrir. Þú ert að venju, í hinum á þessum verkefnum og ferðalögum, með það ekki? Jú, það er búið að vera nóg að gera, bæði hérna heima og erlendis. Og hvað er svona helst búið að vera hjá þér núna erlendis? Við erum búin að vera í miklu samstarfi við fólk, var þetta æfingabúr og keppni sem er búið að vera að keppa núna á Ólympíuleikunum og við höfum verið með svona nokkuð svona fjárþjálfun og erum svolítið að melta Ólympíuleikana og það má gera ráð fyrir því að keppnisreglum muni breytast talsvert núna næstu mánuðum og misserum, þannig að við erum búin að vera svona að skoða hvert þetta stefnir og hvernig við getum breytt æfingaplönunum okkar í sambandi við það. Og eru miklar breytingar í vændum? Já, það er eiginlega allir sammála að það sé mikið að fara að breytast en það veit enginn nákvæmlega hvað. Þannig að við svona erum að stilla sér svolítið upp svona kannski í 2 mögulega vegu og það er þannig að það marg borgar sig að vera búin að æfa í svona senast við breyttu þá þú fegst fleiri stig fyrir að sparka í haus, þá voru nokkuð lönd búin að sjá það fyrir og voru búin að æfa það ára á undan og alveg náður þá brillera náttúrulega á fyrstu mótum eftir það, þannig að við svona erum alveg á tánum með þetta og svona höfum ákveðin grunum hvert nýja reglurnar munu fara og erum að vinna í því. Já, nokkulega. Þannig að það er að gera að vera undirbúin þegar skyndibreytingar geta breytt mikið í íþróttinni. Já, það er sérstaklega vegna þess að þeir eru svolítið gjarnir á að tilkynna bara jafnvel með mánaða fyrirvara nýja reglur og þá náttúrulega getur það skipt talsvert miklu og bara núna í Ríó þá voru mjög mikið af óvæntum úrslitum, fólk sem að jafnvel næstu því óþekkt var að komast á pall og fólk sem að jafnvel heimsmeistarar og olíumeistarar þeir töpuðu fyrsta barda, þannig að það var mjög mikið sem að svona kannski koma óvart en samt ekki, svona maður átti nú svo sem alveg vonað að einhverju myndi kannski detta af stallinum en það voru óunni margir sem að duttu núna í Ríó. Keppnin í Ríó allan að það sem að sá til, hún var virkilega svona jöfn og spennandi má segja, það var ekkert vita svona fyrirfram hverju myndu enda á palli. Nei, í rauninni reglurnar eru einhvern veginn orðnað þannig að það sem skilur á milli er orðið svo lítið að það er bara oft 1 stig og það þýðir það náttúrulega að menn eru fannir að hugsa svolítið mikið meir varnarleikin og svona og svona margir sem hafa sagt að þetta sé orðið svona full leiðilegt en eitt af því sem við sjáum fyrir okkur að sé að fara að gerast núna er svona að fara aftur í gamla skólan, svona meira í sóknartæknina og það er svona það sem við höfum bak við erum núna. Nákvæmlega. En hérna heima fyrir, það má segja að það er búið að vera gífurleg gróska í Taekwondo síðustu árin og þú ert náttúrulega búin að vera í þessu frá upphafi frá því bara þú byrjaðir að þjálfa Taekwondo hérna á Íslandi, hvað heldur að sé búið að fjölga mikið að iðgjöndum síðan þá? Já, allavega þegar ég byrjaði þá held ég að við höfum kannski náða að fylla upp í 30-40 manns mest fór það upp í 1500. Ég held að hafa kannski eitthvað fækka núna en félögum fjölgar og árangurinn verður alltaf betri og betri og svo bara núna á þessu ári þá opnuðum við nýja klúbb hérna í Kópavogi, Muto Gym heitir hann og hann hefur bara vaxið alveg framar öllum vonum. Við erum núna farin að telja eitthvað í kringum 150 nemendur, við reynir bara liggum við bara á nokkrum mánuðum. Já, þannig að það er nú að snúast. Já, þetta kom okkur skemmtilega óvart. Það er ekki mánuð síðan við skrifum undir samningum að fá annan æfingasal þar sem að hins alveg var bara löngu sprungin og þetta er bara mjög glæsileg þróun og við hlökkum mikið til að takast á þetta. En við eigum með náttúrulega afreksfólk í Taekwondo hérna heima fyrir og það eru það ekki þó nokkri svona sem eru svona ótaði því að enda Ólympíuleikum í framtíðinni jafnvel? Jú, það er svona loka kannski takmarki og stærsta takmarki, það er ekki auðvelt, þetta krefst tíma og orku og jafnvel líka peninga og það sem að svona hefur kannski háð Íslendingum mest, svona sem þess að í mörgum öðrum íþróttum að
það þarf að fá reynslu og hún dýr þegar þú þarf að ferðast í hver skipti. En við höfum líka svolítið ákveðið að fara þessa leið sem við til þess að gera nú næstu helgi að hreinlega fá bestu keppendur heimsins til að koma til okkar í heimsókn. Og það hefur gefið virkilega góða raun og það þýðir það líka að allir krakkarnir fá reynsluna, ekki bara kannski þessi allra bestu sem fá að fara erlendis. Og já, talandi það, þá eru bara eins og ég var að koma inn á áðan í þættinum, þá er bara að koma núna næstu helgi, það ekki bara Evrópumeistari, heimsmeistari og bronsverðlaunahafi frá Ríó og svo náttúrulega Evrópumeistari sjálfur sem, já, hann kom inn í fyrra helgi líka sem er bara einn vinsælasti taekwondo-keppandi heims. Það passar, hann Aron Cook, hann kom inn í fyrra og hann hélt stærstu æfingabúð sem hafa haldnar hérna á Íslandi og tókst vonum framar við byggumst jafnvel við kannski einhverjum smá stjörnustælum eða eitthvað svona, þess að hann er nú í rauninni þekktasti taekwondo-maður heims en það var alveg langt frá því, hann kom okkur virkilega óvart og var alveg með frábæra æfingabúðir og hann sjálfur er fjórfaldur Evrópumeistari og var þá rankaði númer 1 í heiminum. Því miður þá var hann nú einn af þessum sem að fjalla stallin í Ríó. Hans stíll, hann á ekki nógu vel við nýju reglurnar en síðan kemur nú með honum önnur stúlka sem er heimsmeistari þungavíkkanna og tvöfaldur Evrópumeistari og hún fekk brons núna í Ríó og hún veit alveg nákvæmlega hvað hann er að gera. Já, nákvæmlega. Og já, þetta er smá ferðalagi það ekki hjá þeim? Þetta eru æfingabúðir ferðast aðeins Jú, þegar þið komið hingað þá að byrja nú á því að ég munum bara mjög líklega að reyna að elta norðurljósin fyrir þau. Já. Ég langar mikið til að sjá þau og það skiljanlega. Þegar það komið fyrir þá rétt mistu af miklu sjói og það var ekkert ánæður. Nei. Þannig að við erum að byrja til Guðsum að fá aðeins betri sjó núna. Ég hef trúið því að ég muni vera í Grímsnesinu einhvers staðar með á föstudags- og laugardagskvöldi. Já. Og síðan á laugardeginu sjálfum þá verðum við í yfir með æfingabúðir. Á sunnudeginu þá förum við aftur inn í bæ og verðum í Hafnarfirði í Björkunum. Og þá síðan farið aftur á mánudeginu, þannig að það ætti 3 daga gluggi til að ná norðurljósum. Já, þetta er nú vandasamt einmitt að elta norðurljósin. Já, þetta er svona eins og ég var að útskýra fyrir þeim að þetta er ekki svona on-off switch, þú getur ekki kveikt á þeim, það er því miður ekki en það allavega. Nei. Það er aldrei að vita hvað framtíðin ber í skaupið sér. En þá aðeins, bara fyrir almenna hlustandan sem kannski áttar sig ekki á íþróttinni taekwondo. Þetta sport má segja er búið að hjálpa mjög mörgum í lífinu. Já, það gerir það og þá svona kannski taekwondo er nú þess eðlis að við getum verið að tala ólympíugreinina sjálfa og það er í rauninni bara pjúra íþrótt. En síðan er þetta líka sjálfsvarnarlist og að mörguleiti sjálfstyrkingargrein, margir sem að hafa fundið sig ekki þá kannski skilur í íþróttinni sjálfu, ekki verið að keppa og slíkt, heldur bara að æfa og mjög mikið af fólki sem að einmitt finnur sig þar og sem dæmi eins og í Mútókin þá erum við með einn flokk sem er fyrir börn á einhverfurófi, börn sem hafa kannski ekki fundið sig eða bara ekki verið í boði æfingar fyrir þau, en við erum með sérstakann hóp sem er bara fyrir þau og auk þess erum við líka með nokkra aðra hópar sem eru fyrir fólk sem að kannski finnur sig ekki beint í svona þessum hefðbundnu íþróttum. Þannig að taekwondo hefur fóð ýmislegt að bjóða sem að kannski er ekki svona á forsíðum blaðana, það er ekki þessi sem að fá medaljurnar og allt það, heldur eitthvað sem svona fer aðeins undir radarinn en að mörguleiti gerir miklu betri hluti, myndi ég segja, heldur en kannski íþróttahettina sjálfur. Já, nákvæmlega, einmitt. En það er allavega komin starfsemi það ekki núna út all land? Jú, það er bara komin í flesta bæi held ég. Já, vantar kannski bara á svona pínulitlum? Já, það er svona, það er samt, það er alveg komið ótrúðustu staði, þannig ég held að það sé nokkurn veginn búið að loka hringnum. Já, nákvæmlega, einmitt. Stórglæsi, Sigursteinn, þegar námskeið næstu helgi og þetta er náttúrulega ótrúlegt, hvað er það sem dregur þessa, afreks íþróttamenn utan úr heimi til þess að koma til litla Íslands og skoða? Að mörguleiti er það náttúrulega bara Ísland sjálft. Þeir náttúrulega Aron og Bianca sem er að koma, þeir náttúrulega bæði bresk og náttúrulega Ísland er þekkt í Breitlandi og það náttúrulega heillar mest. Það náttúrulega þau eru vöndi eins og þegar Aron er að halda æfingabúður, þá er hann 20 stundum að halda fyrir alltaf 1000 manns í Bandaríkjunum og sérstaklega Mexíkó líka. Þannig að þeir eru ekki koma að hinga upp á peninga eða eitthvað svoleiðis, þannig að það er meira bara landið og náttúran og
og síðan hefur myndast ágætis vinskapur milli mín og hans í gegnum tíðina og hann svona, hann kemur líka kannski að einhverju leiti til aðeins að slaka á. Hér er hann bara venjulegur strákur en hann er þjóðheiti í mörgum löndum. Já, það er ekki alveg papparasan estan út allt. Nei, það er lítið það ekki. Nákvæmlega. Sigursteinn Snorrason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og fyrir foreldra og bara almenna úlingin eða krakkana. Það er aldrei seint að byrja í taekwondo og fyrir þá sem vilja kynna sér íþróttina. Er ekki hægt að nálgast einhvers staðar allar upplýsingar hvaðan á landinu sem er? Jú, ég held að sé langt best að bara hreinlega fara inn á Facebook jafnvel eða bara fara inn á tki.is eða tki.is. Það er upplýsingar öll félagin og allavega við í mínu félagin. Við erum að frá 2 ára upp í, ég held að elsti sé hvað, nú komin á 60-aldurinn held ég. Já. Það er eldri. Þannig að þetta er íþróttur hvað sem það er ekki spurning. Nákvæmlega. Sigursteinn Snorrason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og til hamingju með daginn í gær, þú áttir afmæli. Já, takk fyrir það. Já, og hver er aldurinn orðinn? Það er 41. 41, þá spilum við móti Sól 20 í dag. Nákvæmlega, takk fyrir það. Bestu þakkir. Það er bless. Já, hægt að nálgast þetta inn með tki.is og það er fullt að taekwondo deildum víða landið að gera vera ófeimin að prófa þetta sport enda alvöru fjölskyldusport þarna á ferð. En ég náði sambandi við Sverri Jakobsson og hann er hér næsti viðmælandi þjálfari Akureyrar í handbolta. Farið ekki langt. Staðan ennþá 2-0 í leik Burnley og Watford, 72 mínútur liðnar af þeim leik og í ítalska boltanum er Cagliari ennþá 1-0 yfir gegn Sampdoria, 68 mínútur liðnar af þeim leik. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM.